Við ætlum að tala skólamál og svona mál sem búið að vera mikið í umræðu ég bara í nokkur ár, samræmd próf og hvort að skólinn eigi að hafa fleiri próf eða færri. Og hann kominn hingað Jón Torfi Jónasson, prófessor. Ertu emeritus eða? Já, fyrrverandi. Heitir það að vera fyrrverandi prófessor? Já, alveg eins. Sumir kalla sig emeritus. Jú. Skólamaður, myndur segja það? Já, það má segja það. Já. Herðu, þú skrifaðir grein daginn, próf. Já, Líklega þessu tilefni að þetta svona umræða sem að hún bara slaknar ekki? Nei, það var svolítið áhugavert þetta búið að vera í gangi svona af og til nokkuð lengi og mér fannst þetta bara búið en mér langaði samt til að koma svona ákveðinu hugsun á framfæri og sendi þetta inn og svo kemur í ljós að þetta ekkert alveg búið, þetta kemur og fer. En það svolítið áhugavert að þú segir að ef þú ætlar að ræða samræmd próf eða próf en pistilin hjá mér gengur einlega út af það að ég ekkert að ræða þau, heldur allt annað en maður ræða menntun. Þannig að eiginlega ætti ég ekki að vera að ræða samræmd próf. Það kannski tilefnið að þú kannast við umræðina, annars vegar haldið þið fram að skólakerfi geti ekki þroskast nema að hafa samræmd próf vegna þess að það sé bara eins og að sigla í myrkri og þú getur bara strandað. Það líka mikilvægt fyrir hvert skóla fyrir sig að geta metið hvernig hann stendur í samanburði við aðra. Það líka mikilvægt fyrir hvern nemanda fyrir sig að það eina vitið bara að hafa samræmt próf, þannig að við höfum þá allavega mælikvarða, einhverja reglustyku sem við bara setjum okkur á. Hún kannski ekki fullkomin en við verðum að hafa þessa reglustyku. Já, þetta er rétt og þú nefndir að sigla í svona blindni að Andreas Schleicher, einn af forsvarsmönnum PISA, sagði það daginn. Hann vildi að við værum að sigla svona stefnulaust en þá getur maður svarað því að vill maður endilega hafa skýra stefnu en veit ekkert hver hún er. Það er að segja, veit ekkert hvort það er þess virði að stefna á þennan stað. Þetta eilíft vandamál í samfélaginu. Við gerum það sem mælanlegt. En sleppum kannski ekki því sem mælanlegt og kannski þróska samfélagið okkar þá kannski bara í þá átt sem mælanleg, það sem getur mælt árangurinn, en kannski ættu að teygja okkur eitthvað sem kannski erfiðara að mæla. Jú, en það er kannski svona einn aðalpunkturinn hjá mér að mælikvarðarnir, þeir taka völdin. Og þá fólk ræðir ekkert hverjir þeir eru, heldur bara þá að taka tillit til þeirra. Og ég velti tölvöld fyrir mér samandi við þessi samræmdu próf sem hvað er það sem fólk vill og þú hefur nefnt það vill raða og það kemur upp til dæmis í þessar umræðum framhaldsskólan þú vilt raða fólki og þannig voru prófin upphaflega hugsuð fyrir öld síðan upp á 1920-30 og þá voru menn reyndar mjög frambærileg menn sem vissu hvað þeir voru að tala og þeir sögðu það er mikilvægast af öllu fyrir gott skólastarf að geta raðað fólki. Við röðum saman þeim sem eru álíka góðir í einhverju og þá verður kennslan góð. Þetta nú á tímabili mannkynbóta og fleira mikil hugsunum að við verðum að ná rjómanum og við verðum að ýta undir rjóman til þess að... Jú, en ekki bara það var bara að segja að við skulum hafa saman fólk sem stendur álíka vel, bæði hvort sem það stendur vel eða illa höfum það fólk bara saman. Og þetta er ennþá síðan núna í umræðin að raða fólki við lok grunnskóla til þess að framhaldsskólinn geti tekið mið á því sem mér finnst eiginlega akkurat öfugt við það sem ætti að vera og við getum bara, ég veit ekki hvort að samlíkingin gengur alveg en hugsaður ef spítalar segðu við skulum raða sjúklingum eftir veikleikum þeirra eða sjúkleika og tökum inn bara það sem eru minnst sjúkir við skulum raða fólki. En skólakerfið er ekki hafnað að taka hina inn? Nei, en það er sagt, það er ákveðnir skólar sem vilja fá að taka inn þá sem þarf lítið að hafa fyrir og ég hef stundum sagt við vitum ekki alveg hvað þýðir góður skóli eða bestu skólanir en bestu skólanir ættu auðvitað að taka við þeim sem þurfa mesta stuðning og mesta hvatningu en ekki þá sem þurfa minnst af þessu. En þessi röðun, hún er ansi ráðandi og það sem það truflar mig þar er að það er aldrei spurt eftir hverju er raðað. Er raðað eftir einhverju sem skiptir máli og ég held að það sé ekki gert.
Nú, Já, hversu góður þú ert að lesa og reikna og hvort þú skiljir ensku og dönsku? En bara fyrir hvern er það gott? Ég meina, hvað er það sem skiptir máli í nútíma samfélagi og það er einmitt það sem ég finnst að ég að ræða frekar en samræðum prófin, það er að segja hvað snýst menntun og hvað er það sem skiptir mestu máli að lyfta upp og við getum komið að því á eftir því að menn spyrja mig þá eftir hverju viltu raða og hvað snýst menntunin. Og ég held því fram að það sem er einn galli með umræðan samrænd próf er að þau taka þessu umræðu alveg yfir og hún snýst bara þessa tiltekna mælikvarða. Og svo segir þú líka, menn vilja fá stöðuna og þá spyr ég, býtum nú, hvaða stöðu gefa þessi próf? Stöðu á hverju? Einhverjum mannlegheitum, vellíðan fólks, krafti, eljusemi, frumkvæði, sköpunargáfu. Hvaða stöðu er það sem við teljum mikilvægasta? Og þetta er ekkit rætt. Ég ætla ekki að segja að ég hafi svari við því, en þetta er ekkit rætt. Stöðuna á hverju, eftir hverju að raða, hvaða staða er það sem skiptir mestu máli. Það er ekkert samkomulag í samfélaginu það hvað við ættum helst að mæla. Nei. Við myndum enda bara í langdregnu rifrildi það. En það sem að satt eftir frá gamla skólakerfinu var að við erum að meta hvað góður í að lesa. Það hefur verið eitthvað lestarskilning, hvort þú kunnir að reikna og hvort þú talir ensku og dönsku. Já, sko. Fyrsta lagi er það ekki ljóst að þetta séu atriði sem skiptir mestu máli. Ég held að séu fjölmargt annað sem skiptir meira máli og við getum aðeins rætt það og eftir ef við höfum tíma til þess. En það er annað vandamál, það er annars vegar hvaða mælikvarðar eru nefndir eins og danskan og enskan og starffræðin og íslenskan. Hitt erum við að mæla það sem mestu skiptir í sambandi við til dæmis íslenskuna. Erum að mæla þau tök á íslenskun skiptir máli. Þetta er svona tæknilega atriði en það þarf líka að ræða það. Já, en þið er að gera það skólafólkið. Þið hljóta að vera búin að finna aðferð til þess að mæla það sem skiptir máli í íslensku. Nei, við erum ekkert að ræða þetta. Nú? Jó, en það er alveg rétt að við eigum að vera að ræða það, en þessi umræða er ekki uppi hjá okkur. Hún ætti að vera það. Þannig að við erum ekki að ræða, við bara spyrjum, við leggjum fyrir prófin og þetta sama gildur PISA-prófin og það er ekkert verið að spyrja, það er bara spurt hvernig komum út en það er ekki spurt hvort að þau sé að mæla það sem við teljum skipta mestu máli, við ættum auðvitað að ræða. Það er kannski út af svona temmilegri, eðlilegri leti að sagt, ég meina ef það er samkomlega út alla Evrópu að gera þessi próf svona, þá hlýtur nú að vera eitthvað vit í þessari mælingu. Já, við höfum nú rætt það áður reyndar einhvern tíman það, en það er ekki verið að ræða það. Sko PISA-prófin, og ég vil helst ekki fara langt út í að ræða það og ég hafna því áður hjá þér að PISA-prófin, þau eru til dæmis ekki tengd íslensku námskráni eða námskrán einstakra landa. Heldur eru aðilar sem búa til próf og ég ætla ekki að fara að gagnrýna þessi próf en við ræðum það ekki hvort að þau séu að mæla þá þætti sem við viljum leggja mest áherslu á í íslensku menntakerfi og ég geti farið út í svolítla umræðu við þig, veit ég hvort þú vilt gera það en bara skoða lögin skólana, leikskólan grunnskólan og framhaldsskólan og spyrja hvaða markmið eru sett í lögunum það hvað skólinn eigi að gera. Ég er með það hérna, ég geti lesið upp lögin, þau segja ekkert þessa þætti sem eru mældir í þessum prófum og þá spyr ég, hversun er það þá ekki rætt? Hvort við viljum helst mæla það eða skoða það sem lögin segja eða það sem OECD segir. Sko, ert að vísa í það sem að stendur í lögunum að sé að verið að svona rækta upp getu fólks til þess að lifa í lýðræðislegu samfélagi og þarframdökutunum. Já. En þá geti ykkur, af því að þú mátt ekki taka eins og ég sé að segja þetta alls að ég er að safna saman andmælum. Jú. Þá myndi ykkur segja, þetta er bara eitthvað svona fróða sem er hann í formála ykkur lögum og það er vonlaust, þetta er bara eitthvað svona óskikja. Það er vonlaust að fara að setja eitthvað mælikvarða á það, hvort að þú hefur þroskast til þess að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi
þjóðfélagi í skólagönguðinni. Já, og þá viljum við bara mæla eitthvað sem við ráðum við að mæla. Þetta bara eins og leitandi ljósinu, þegar menn spyrja við ekkert hvort að hluturinn sem við erum að leita að þið sé þar. Já, hún nákvæmlega þannig og ég að gagnrýna það. Og ég segi, við skulum bara skoða lögin, það sagt að við eigum að læra að lifa í lýðræðisþjóðfélagi. Eitt af því sem við eigum að gera í lýðræðisþjóðfélagi þó að fara eftir lýðræðislega settum lögum. Og við getum bara lesið þau, eins og þú bara segir, að stuðla alhliða þroska allra nemenda og þáttöku þeirri lýðræðisþjóðfélagi sem í sífelldri þróun. Þá segir þú, heyrðu, þetta svo erfitt, ég ætla að gera eitthvað sem ég ræð við. Það áttu ekki að fá að gera í lýðræðisþjóðfélagi. Þú áttu að fara eftir þessum reglum og lögum og Má ég skáta inn þá einum andmælum. Þó svo að við sem ekki búin að finna upp mælistikuna til að mæla þetta, þá ekki þar með sagt að við höfum að hætta að mæla hitt. Nei, og þess vegna hinn punkturinn hjá mér. Annar punkturinn þessi, ræðum hvað við ættum að mæla. Og ég fellst alveg á það að við segjum vegna þess að svo margt sem við viljum mæla en kunnum ekki, að við skulum mæla það sem við ráðum við, þá starffræðina og íslenskuna og jafnvel enskuna. Þá hinn punkturinn hjá mér, og sem ég nefni þessum pistli, þar höfum við notað réttmætar mælikvarða á það, erum að mæla það, segjum að við erum nokkuð sammála það, að valda á íslensku skipti gríðarlega miklu máli. Erum við þá að mæla það valda á íslensku með þessum prófum sem mestu máli skiptir? Til dæmis erum við að leggja nægilega áherslu á að mæla skilning, við mælum lestur en þar sem skilningurinn skiptir mestu máli og eins í starffræðinni, hvort við erum að mæla það vald á starffræði sem skiptir mestu máli til að nota hana við ólíkar aðstæður. Þetta tæknilegri umræða heldur en hitt, en við ráðum þó betur við en ekki einu sinni þetta rætt. En ertu að segja að prófin sem við höfum séu ekki að mæla? Ég held ekki, en við skulum bara ekki rætt það. En akkur ætti það ekki að vera þannig? Að þeir vera að mæla lestur, að þeir vera að lesa, ég minnst alltaf vera að tala lestrarskilning? Já, það vera að tala lestrarskilning en ekki skilning, en hvað það? En þá viljum við vita að það sé verið að ræða þann skilning og bæði skilningin og beitingu tungumálsins og samskiptin og samtalið sem við eigum að, til dæmis eitt af því sem talaður að skipti máli að kunna hlusta. Er það mælt? Kunna tjá sig? Er það mælt? Það að segja, verið að mæla örugglega þá hluti sem skipta máli? Vandi minn sá að ég vil ekki verja ómiklum tíma í þetta, en ég viðurkenna þetta þarf umræðu, að því ég vil verja miklu meiri tíma í að skoða alla á þætti sem við teljum skipta máli í nútíma samfélagi og ég get farið von í það með þér, hvað það sem ég tel að ég gera, en ég viðurkenna að það erfitt að mæla það og það eina ástæðan fyrir því sem við ítöðum sem til hliðar, en við eigum ekki að gera það. Fyrst þetta skjótaði inn að þeir sem hafa talað hvað harðast fyrir að halda prófum og að auka þau jafnvel að í svona, maður hefur ekki endilega trú að þið séu góðir í að hlusta. Nei. Allavega heyra þið ekki hvað þið skólafólkið er að segja. Jó, nei, en þegar þú ert með þín andmæli og ég vil hlusta og það þetta tölverð til í þeim. Ég er að safna bara gagnrýni saman. En ég held samt að þið standist ekki mjög gagnrýna skoðun, en þau þurfa að koma upp og við þurfum líka að hlusta á þessi rök. Svo annað sem kemur upp og þú nefndir það nokkuð beint og það að segja menn vilja ákveðin standard, menn vilja ná ákveðin stöðu og það sé að gera vel og þá enn eitt sem kemur upp að því ég nú verið að gagnrýna það því séu kannski ekki að mæla það en eitt af því sem menn vilja þau eiga að vera leiðbeinandi þá þau eiga, ef við stöndum ekki nægilega vel að þá eigum við að bæta okkur vandinn að þessi próf segja ekkert það hvernig við ættum að bæta okkur það að segja þau eru ekki leiðbeinandi og það líka mjög veikt í prófunum það sem miðstöð menntunar og skólaþjónustu að gera með sínum prófum matsferlinum kemst einna næst því sem ég veit til þess að gera akkurat það að segja að búa til próf sem eru leiðbeinandi fyrir kennara og skóla til umbóta
Áttu ég má taka svona dæmi að eitt próf það bara góð fljótur að hlaupa 100 metrana og það kemur bara, þú veist, 9 sekundur og 63 sekundubrót. En ef ég myndi mæla hversu fljótur þú varst að komast upp úr, hvað heitir það sem spyrna sig frá, og hversu fljótur þú varst á fyrstu metrónum og seinni metrónum, þá gæti ég fengið leiðbeinandi niðurstöðum það hvernig ég ætti að æfa þig upp til þess að verða fljótari. Er það meira þannig að það þurfa að mæla bara fleiri þætti til þess að út úr ekki bara einhver endanlega niðurstöðu? Í grófum dráttum það. En þá líka þetta að það geta verið fleiri en ein leið til þess að ná þeim árangri, og mér finnst þú nefna réttilega ef að þú nærð ekki þessum loka árangri, þá gæti verið að við suma að þá sé aðra að flýta þér í startinu, en kannski aðrir ættu hjá öðrum ættu að leggja meira áherslu á lokasprettin. Þannig að það að ef ég ætla að sjá til þess að þú sért fljótari, þá segir, og ég veit hvað þú ert fljótur í heildina, þá segir það mér ekki hvort ég leggja áherslu á því fyrra eða seinna. Og eitt af því sem, og ég man eftir að vera að tala menn sem voru í svona heimsmeta kapplaupi, og þá var ekki það sem vantaði meiri æfing, heldur að slaka á. Þú veist, þannig að það geti vel verið ein leiðsögnin væri, ef þú ætlar að ná betra árangri, þá ættir að fara meira í slökun. Og punkturinn þessi, þegar þú farir niðurstöðu, þá segir hún út af fyrir sig ekki hvað þú átt að gera, og síðan myndi einn þjálfari segja, mér finnst þú að gera þetta, og einhver annar myndi segja eitthvað annað, og hvort tveggja gæti verið mjög skynsamlegt. Þannig að þú byrjar að halda þig fram að þeir sem hafa verið ákafastir í þessum prófmælingum séu bara með of einfalda heimsmynd og einfalda manngildi. Já, það í raun og veru má segja það sé það sem ég En á móti segja þeir, og þú mátt ekki halda að ég segja halda þessu öllu fram, ég bara tína til aðmælin. Þeir segja, þið viljið ekki að það komi fram að sumir eru bara betri en aðrir, og þess vegna eru það að fela það með ef það mælingi sýni það að þarna eru afburðanemendur þarna, og þá komið þið alltaf með því að það sé raunverulega ekki það sem þetta mæla, og hinir sem ekki ná prófunum að þeir hafi aðra kosti, og þetta bara eitthvað svona jafnaðar manna trú sem að þeir reyna bara með pólitísk skoðanir ykkar sem reyna að þröngva upp á skólan og æskun okkar. Nei, alls ekki. Heldur viljum við að allir séu sem bestir í sem flestu, og þó sérstaklega því sem þeir ráða sæmilega við, og ef þú ert að þjálfa knattspyrnulið, þá veistu að sumir eru mjög góður í sókn og aðrir í vörn, og þú segir, þessi góður í sókninni og ég ætla að setja hann í þá stöðu og láta hann að vera þar, og annar í vörninni og ég ætla að byggja hann upp þar. Ég ætla ekki að byggja alla upp í sókn, heldur bara þar sem einn annar mjög góður í marki og ég ætla að reyna að byggja hann upp þar. Þannig ég veit það að þessir einstaklingur eru mjög misjafnir, en ég ætla að reyna að sjá til þess að ná allir sem bestum árangri í því sem þeir gætu verið góður í. Þetta ekki svona í fótboltanum. Það komið einhver fótboltaakademía á vegum KSÍ sem verið að sækja krakkana bara 12 ára. Og það sem sagt við Jón Torfa, það bara best að þú komir ekki á æfingar, af því að við ætlum að ná þessum úrvalshópi svo langt að þú bara tefur okkur. Þannig að inn í fótboltanum og inn í allu þessu fótboltastarfi og íþróttastarfi eru ótrúlega áhersla að menn er komin afreksdeildin í ISI til þess að ýta undir það. Við með eitthvað svona hugmyndur að við verðum að ýta undir þá allra sterkustu til þess að við sem íþróttaþjóður lyftust. Jú, en þarna ég kannski ræði ekki alveg við þessa umræðu vegna sem ég myndi segja, já, það getur vel verið, en ég náttúrulega, ég ætla ekki að fara út í svona persónulega sögur, en ég menna það var sagt við mig þegar ég var í menntaskóla og fór í söngtíma, og þá var sagt, þú þarft ekki að koma meir, og til allra hamingju var það ekki, úrslitaatriði til þess að ná stúdentsprófum. En þá valdi ég bara að segja við þessa sem að væri ekki kannski tennis henta þeir betur, eða kannski píanónám eða eitthvað þvínlíkt. Þannig að ég hef ekkert við það aðtuga þá sé ekki allir sem eigi erindi inn í fótboltaakademíuna,
og það sé ekkert óheðalegt við það að segja, heyrðu, kannski ættir þú að vera einhvers annars þar, en ég teki eftir í hvað þú gætir verið, gætir notið þín, ekki endilega vera góður í, en notið þín í bara einhver allt öðru. Og það það sem ég vil að skólakerfið fá að gera, en ekki að segja, ég ætla að nota 100 metra mælinguna á alla, af því að hún skipti öllu máli eins og við gerum með því að nota einhvern einn mælikvarða. Það það sem ég að kvart yfir. En ég hef ekkert gera enga athugasemd við það þó sumum sé lyft upp í fótbolta og öðrum í fimleikum og öðrum í tónlist og öðrum í starffræði. Nema að sko fótboltið sé bara drottnandi þáttur í menningu okkar og krakkarnir sem fá ekki að fara þar inni upplifðu sig bara utangátta og það að fara í tennis í eiginlega sama og fara bara í Tórstabekk. Já, jú, en ef við erum bara með einn kvarða, það er það sem við höfum verið með og við erum með þannig stöðu, eða vorum með, við erum svona losnaði sem kerfið og við erum með kerfi sem ræður alveg við það að lyfta öllum. Erum við með það? Já, sem gæti gert það og þess vegna sko þessi próf sem eru þessi einsleitu próf, þau trufla það. Því að ef þú kemur bara inn í skóla, flesta skóla, bæði grunnskóla, framhaldsskóla, að þá finnur bara fullt af fólki, opna fólkin sem vill lyfta öllum nemendum. En svo einhver sem segir, já, við ætlum bara að nota eitt kvarða og það er hann sem ræður ferðinni. Það gerir starfið ekkit auðveldar, það gerir það eiginlega mjög erfitt. Því að þetta fólk sem ég er að tala hefur metnað, það vill gera kröfur og eitt af því sem við kannski er erfitt í þessari umræðu allri er að við fellum niður svona þessi hefðbundnu samræmdu próf, þá vitum við kannski ekki alveg hvernig við eigum að gera stífar kröfur og hvað eiga þær að vera. Fagmaðurinn hefur alveg burði til þess og hann segir bara við þennan nemanda ætla ég að gera þessa kröfur, við henn nemandan verði að gera aðra kröfur. En þá kemur auðvitað spurningin þegar nemandi segir ég vil ekki standast neina kröfur. Og þá segja menn ef við hefðum nú samröndu prófin, þá væri nú betra verkfæri í höndunum. Auka svipu. Já, þá er það svipa, það er eina svipan og það er það sem menn eru stundum að kalla eftir. Og þegar einhver segir ætlar að taka alla svipur frá okkur, að þá segi ég já, en viðurkenni að það er ekkit einfalt að skapa stemningu og metnað hjá öllum. En það gera samræmdu prófin heldur ekki eða PISA-prófin. Þannig að þau eru ekkit lausn á því heldur. En þetta er eitt af því sem... Það er stór og dramatísk aðgerð til þess að mæta kannski tiltölulega smáum vanda. Já. Því að það eru flestir sem að hafa eitthvað svona drift inn í hópnum og vilja standa sig. Já, og það er auðvitað sko áskorun kennarans er að finna leiðina til þess að hvetja hvern og einn, því að þú auðvitað vilt mér með kerfi sem gerir kröfur, hefur metnað, vill lyfta öllum og það eru ótrúlega, ég held bara langflestir sem eru næmir fyrir því að standast kröfur eitthvað sem þeir vilja ná tökum á. Já. En núna geti ég sagt að þín kynslóð skólafólks hafði draum þennan skóla sem hún að lýsa. Raunveruleikin er bara annar. Ég geti verið að kenna bara segjum í 9. bekk í grunnskóla og þar inni eru margir með greiningar. Það eru komið meiri vandamál sem að ég á einhvern veginn að sinna sem kennari á þess að fá neitt stuðning heldur en var þegar þið voru að sjá fyrir ykkur þessa draumsýn. Það eru fólk sem í bekknum sem skilur illa íslensku og stundum og sumum er ég bara velta fyrir hvort það skilur nokkuð af því sem ég er að segja. Þannig að það að ég eigi að vera að meta hvernig einstaklingur í sig og finna leiðir sem hvata og lyfta honum upp á mjög fjölbreytilegan hátt bara því miður. Ég bara... ég döðþreyttur heim eftir þetta á hverju einasta kvöldi og ég veit að það mun fara fyrir mér eins og öðrum sem hafa verið að kenna með mér að ég bara gefst upp á endanum fyrir þau og ég mæti bara og reyna að gera bara skikkanlegt eitthvað en ég get ekki, ég bara hef ekki resursana til þess að gera þetta sem að þú ert að fara fram á að ég geri.
Nei, en það er þrennt í þessu. Fyrsta lagi hef ég ekki öll svörin. Ég veit bara að samræmdum prófun er ekki svarið. Sem þýðir ekki að ég viti hvernig á að leysa öll svona mál. En þetta þurfum við einmitt að ræða. Og það að losna við samræmdum prófun, þá bara grænkar ekki allt við það. Nei, það er það sem ég er að segja, og það sem er kannski aðalmálið þarna er að þessir ólíku einstaklingar sem við talum mundu þrífast með ólíkum ráðum. Það er að segja að það eru ólíka leiðir sem á að fara fyrir þá, og sumir sem ekki hafa náð tökum á tungumálinu, þeim er ekki greiði gerður með því að leggja bara fyrir þau fleiri og fleiri samræmd próf í íslensku. Hins vegar er ég alveg sammála því að þeir verða með einhverjum móti að ná tökum á íslenskunni, að geta þarna tjáð sig og nota hana, og það eru þá ýmsar leiðir til þess að gera það. Og svo sem ekki gerir það er tilgangslaust að senda hann inn í eðlisfræðitíma sem fer fram á íslensku. Það er bara engin leið á hann ná í námsefninu. Það er tilgangslaust, en sko sennilega því hún nefnir eðlisfræði, það er sennilega betri kostur heldur en flest, að því að eðlisfræðin er kannski ekki eins bundin tungumálunu, og þá getur það einmitt verið að segja, gott að segja, heyrðu, þetta er nemandi sem myndi spjara sig vel í eðlisfræði, þó hann spjari sig ekki ýmsum öðrum greinum sem reyna meira á tungumálið, sko. Nú finnum við kannski eðlisfræði bók á rúmensku fyrir hann. Já, til dæmis, og það skiptir, sennilega er meiri hluti íbúa heimsins meira en, er tvítýndur eða meira, og það er ekkit óeðlilegt að gera ráð fyrir því. En aðalatrið finnum ekki einhverja eina lausn fyrir alla, en við erum kannski með eitt markmið fyrir alla, og markmið að búa til eða laða fram sterka einstaklinga. Og styrkur þeirra felst ekki í einhverju einu, heldur mörgum, ólíkum hlutum. En þá segja aftur sem kennarinn sem ég þóttist vera áðan, ef að þetta er skólastefnan, þá er hún bara vanfjármögnuð, því að ef þetta væri skólastefnan, þá væri við kannski 2 kennarar inn í með bekkinn. Því að ég kemst ekki yfir þetta, sko. Nei, en sko... Og því að þú ert að segja að margir það er alltaf ég sem kennarinn sem þarf að beina nemendunum hinga og þanga. Ég þarf að vera verkstjórinn í þroska og lærdómi 25 einstaklingar. Jú, en þar kemur einu vandamáli sem ég ætla að koma líka að, og það er þetta, ef þú ert með mjög stífa námskrá, sem segir að það verði þó, þú eigir að taka tillit til hversu eins, en það verður samt að læra þetta og þetta og þetta, þá er það sem að hluta til gerði lífið erfitt. Vegna þess að þú segir, ég ræð ekki við með þessa ólíku einstaklinga að ná þessu sama marki fyrir þá alla. Að koma öllum 100 metrana undir 10 sekúndum. Já, sem er nákvæmlega, heldur segður, ég ætla þessi að þarf að komast á þessum hraða 10, en aðrir þurfa að ná betri tökum á piano færni sinni. Þannig ef þér er sagt að þú megir fara að ná ólíkum markmiðum, ólíka einstaklinga, þá verður verkið hugsanlega viðráðanlegra, en ekki erfiðara. Og það ég hef ímyndað mér að hluti vandans sé sá að við erum með of einsleitar kröfur inn í kerfinu, og margir kennarar, eða kannski flestir kennarar, þurfa að ná þessum einsleitu kröfum fyrir mjög ólíka einstaklinga, og það gerir málið erfitt. Þannig ef þú ert með, við tökum nú íkt dæmi með 25 einstaklingar sem allir hafa mjög ólíka hæfileika, og þú getur fundið leiðir til þess að lyfta hverjum öllum bara á hans forsendum, þá kannski verður verkið auðveldara, þó að virðist það ekki fyrstu. Ef að kennari myndi losna við þessa mælikvarða sem þannig að vera að heimta kennaranum að gera hvort tveggja, og það er eiginlega vonast. Já, nákvæmlega. En skólakerfið okkar er mótað af sögunni og einkunnum, og það við erum með svona elítuskóla sem að hafa árum saman sópa til sín, alltaf er ekki sagt í rjómanum, þar sem eru með þá sem að standa sér best í námi og geta þar leiðandi kannski verið með nemendur sem að skara fram úr í ýmsum
hlutum og í háskólanám á eftir og þar með skapast vilji hjá foreldrunum að ég vil koma barninu mínu inn í þennan skóla, bæði til þess að hann fái hærri einkunnir og meiri brautargengi inn í háskólana. Líka hann kynnist fólki af svipuðum toga sem að styrkir hann þegar hann kemur út í atvinnulífið og annað slíkt. Já. Það náttúrulega eitt af því sem sagt að sé einkenni þessar svokallu góðu skóla og það ekki síður háskólastiginu það netið sem skapast sem örugglega verðmætt og síðan orðsporið það menn halda að þú sért ofsalega góður af því að þú kemur frá þessum skóla en þessi skólar þurfa ekki að hafa fyrir þessum nemendum sem þeir eru búin að velja úr eiginlega á þeim grundvelli að það þurfa ekki að hafa fyrir þeim. Þeir geta hvað sem og þess vegna halda sumir að mjög góði skólar séu svo góðir að þeir séu svo góð kennsla og hún kann að vera ágæt. En þeir eru góðir af því að þeir fá að velja til sín fólki. Það það sem gerir þá fyrst og fremst góða. Og svo það kultúrist eitthvað í kringum það og það ekki tilviljun að Spilaverk þjóðanna kom út úr MH og svo getum við bara haldið áfram að telja hljómsveitunar. Það út af tengslanetti og öðru slíku. Já, og menningunni sem þar og það kannski, menningin í skólanum kannski það sem verðmætast og ég að rifjast alltaf upp fyrir mér þegar kvennaskólinn á sínum tíma og sennilega mjög góður en þá en hafði það orð á sér að vera besti skólinn. Og það kom til vegna þess að hann tók á móti nemendum og lyfti þeim. Og það vissu allir að það voru nemendur sem voru kannski ekki alveg svona stemdir fyrir að leggja á sig og svona, en komu inn í menningu þar sem þetta breyttist. Þeim var sinnt og það voru gerða kröfur, það var líka hlúðað þeim svona í senn. Nemendur sem ekki hefðu lifað MR af. Já, ég skal ekki dæma það, en já, það má orða það kannski þannig, segjum það. En síðan, það sem vandamáli sem kemur upp að síðan var svo mikil aðsókn að skólanum af nemendum sem þurfti ekki á þessu að halda, að hann varð miklu einsleitari. Og það sagði við mig fagmaður þar sem ég held að hafi átt stóran þátt í að byggja upp þetta flotta kerfi, að henni fann skólinn eiginlega ekki eins góður í þessari merkingu að menningin var orðin einsleitari en ekki svo fjölbreyttar sem var þegar þeir hafðu svona margvíslegri hóp. En þarna vartu örugglega með skóla sem var virkilega góður og ég segi þá getur vel verið að hann sé enn jafn góður. Hann þá vinsæll, það sé númer 1. Hann mjög vinsæll, já, en ég held að sé ég sannfærður og ég get ekki dæmt þetta en að sannfærður samt að þetta sé menningarlegt. Og þá getur að þetta menningarlegt, þá getur gert svona, ef þetta væri hverfi, þá hefur þetta kallað gentrification, þar sem að byrjar fólk svona sem að gerir upp húsin og svona, og svo mætir efna meira fólk og tekur yfir hverfið og verið að sækjast eftir eitthvað sem að var, en með því að koma þangað þá eyðir það út menningunni. Ég seti sér svo drastíst, en einhvern veit þetta sambarilegt sem að geta gerst. Ef það en þarna sem spurningin það hvernig skilgreinur góðan skóla og ég held að það sé skilgreiningin snúist menningu og það hvort sem það grunnskóli, leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli eða háskóli, þá menntun, hún snýst verulegu leyti menningu en ekki kennslu og þetta finnst mér þetta þurfa að ræða og þessum ég ósáttur við það en ekki við þig svo sem að koma í umræðum samræmd próf þegar við ættum að vera ræða þetta það að segja hvers konar menning á einkenna menntunina. Og það við erum að tala það og eitt af þessu sem við, því að þú ætlar að fara lengra í þessu en við erum komin að lýðræðinu og þá það að búa nemendundur undir þáttöku í lýðræðslegu samfélagi. Líklega þeir sem að skrifuðu textan hafa séð fyrir sér að þá sé betra að vera í skóla þar sem fjölbreytilegur hópur með ólíkan bakgrunn og ólíka getu og fleira, því það styrkir mig í því að það styrkir mig ekki í þáttöku í lýðræðslegu samfélagi ég í skóla bara með fólki sem meira minna eins og ég. Eitthvað svona yfirstéttaskóla eða elítuskóla, fólk sem kemur þar út.
Einhver getur sagt að það bara mjög hæft í að vinna í lýðræðslegu samfélagi, það mjög hæft í að fljóta ofan á. Það líklega það ekki hugsunin, heldur það að þú hafir getu til þess að eiga samskipti við fólk sem ólíktir, með annars konar viðhorf, með annars konar bakgrunn, aðra svona forsendur fyrir lífsafstöðu sinni og öðru slíku. En það stundum finnst mér eins og að þeir sem að gagnrýna skólan vilja raunverulega ekki hafa skólan svona. Vilja hafa það að þú ert að eyðileggja möguleika þeirra sem að fljóta ofan á með því að neita þeim að vera í elítuskóla. Og þar kemur aftur. Það einhver hugsun sem ég held að ég ná ekki alveg tökum á, sem liggur þarna baki og ég veit ekki hvort þeir hafa það heldur, en það einhver hugsun hugmyndum það að komast í einhver dróma þó að menn veit ekki hvert gildi sé nema þetta net. Eins og hefur verið í samfélaginu og eins og hefur meðal annars komið mér í þá stöðu sem ég í, vegna þess að ég tók þátt í þessum elítuskóla og fleira, en þú vilt skemma það með því að brjóta niður þennan hluta af menningunni okkar, sem það að flokka fólk og leyfa þeim sem að skara fram úr. Já, sko, en skara fram úr, ég menna í hvað, sko, það fullt af fólki sem hefur ekki náð góðum árangri í samkvæmt þessum mælikvörðum sem skarar alveg sérstaklega fram úr. Og það í samfélaginu, í pólitík, í fótbolta eða ýmsu öðru. Það fólk að skara fram úr á alla mögulega vegu og það ekki bara þessi mælikvarði sem ákvarðar það. En svo þegar þú talar lýðræðið, sko, það eitt af því sem mér finnst að þurfa að ræða og þeir hafa gert það félaga mínir á Háskólanum Akureyri, sko, hvað átt við með lýðræðislegri þáttöku og ég hlusta á fyrirlestur dagi sem ég varst alveg brilljant og það var samstarfsmaður minn fyrirverandi Ólafur Páll Jónsson og hann var að tala munin, sko, á þegnum og borgurum. Og þegar við erum að tala að gera fólk svona þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi þá viljum við ekki bara gera það á þegnum, við viljum gera það á borgurum. Því að borgarinn þáttakandi, hann ekki bara, hann hefur frumkvæði og virkur í því samfélagi sem hann inn í. Hann ekki bara tannjólað mótorvélina. Já, og það kannski það sem við viljum gera, að við viljum gera alla borgurum í samfélaginu sem þeir búa í. Og mér fannst þessi greinamunur kannski ekki flókin, mér fannst hann frábær og að það það sem við viljum gera, sjá til þess að allir verði borgarar í samfélaginu og ekki bara skólasamfélaginu, heldur samfélaginu sem þeir alltaf taka þátt í. Og þá þarftu að þá þarf skólinn að beina sjónum sínum að því að tryggja það að allir hafi sterka sjálfsmynd, fái viðurkenningu, fólki sé undirbúið undir að tilheyra það, og að þú talar innflytjendur, það sé ljóst að þeim sé gert kleift að tilheyra samfélaginu og þetta hvoru tveggja verkefni skólans. Þeir verða að geta tengt við aðra fólk, bæði félagslega og svo í tungumálinu. Þeir verða að geta tjáð sig, þeir verða að geta átt samskipti við aðra, þeir verða að fást við merkingabæri viðfangsefni. Þeir verða að fá þjálfun í lýðræðislegum vinnubröðum þar sem þeir eru borgarar en ekki bara þegnar og þeir verða náttúrulega öðlast mikilvæga þekkingu sem oft á tíðum allt önnur en svo þekking sem skólakerfið hefur svona rammað inn með sínum prófum sem eru mjög íhaldsam. Það sko þekking nú orðið á sálfræði og tölvunafræði og mannfræði sem allt skiptir mjög miklu máli til dæmis í því sem að gerast til dæmis í Bandaríkjónum og annars staðar, svona alls konar félagslegu öfl sem ráðar ferðin, erum við að kenna fólki þetta og þá segir já, það kemur að háskólastigi, það þarf ekki að bíða þangað til. Siðfræði sem Páll Skúlason samstarfsmaður minn var mjög upptekinn af, þetta allt mál, þetta allt efnisþættir sem skipta miklu máli fyrir alla í grunnskóla, í framhaldsskóla. Það svo margt sem skiptir máli og það sem verið að kenna í þessum skólum mikilvægt. Vandinn
að það annað sem jafnvel mikilvægara, sem ekki verið að kenna. En þá ekki skólakerfið bara ekki nógu dýnamískt til þess að taka þetta inn? Það fær ekki að vera það. Af því við erum með úreltan ramma og eitt af því sem rammar það inn eru kröfur samræmdar kröfur, samræmdar hluti sem eru að mörguleit úreltir, þó þessi ekkert ónauðsynlegir. Og þess vegna ætti þetta að vera miklu meiri dýnamík og ég held að og ég nefni það nú í þessum pistli sem þú nefndir í upphafi að kannski þjónar það samfélaginu best að vera ekki með samræmingu, hið gagnstæða, vera með fjölbreytni, leifum ólíkum blómum að dafna. Og það kannski erfitt, en akkur það endilega verra heldur en að vera með samræmingu þar sem einhverjir koma sér saman það allir skulu læra eitthvað. En við eigum að koma okkur saman það, held ég, að allir skulu læra góða og merkilega hluti, það þurfi ekki bara alltaf að vera sami hluturinn. En svona deilurnar skólakerfið, má ekki vera að þær séu bara mjög djúpstæðar ólík afstæða til samfélagsins. Ég upplifi þessa byltingu sem að þú og þín kynslóð svolítið stóðu fyrir. Bara persónulega, það var bara þegar Ingvar Sigurgeirsson mætti í 11 ára bekk hjá mér og í aflýsingar og kom bara með nýja hugmyndir í skólakerfinu 1972. Og þetta einhver leyti var þetta svona hluti af svona lýðræðisbyltingu sem að maður getur tengt 68 við þekkjum það fjölmiðlamenn að það verður lýðræðisbylting á þessum árum það hvert sjónarhorn fjölmiðla að þannig vera sjónarhorn fjölmiðla að vera hjá almenningi en ekki hjá yfirvöldum. Þannig að það gríðarleg svona samfélagsleg bylting sem á sér stað í tengslu við kvennahreyfinguna, bara út svartra í Bandaríkjunum og svona sem bara okkar heimsluti gekk í gegnum. Og það skólakerfið sem að þú ert að tala fyrir, sem allir eru allir hafa það ekki hýrakía. Þetta verður við að passa okkur á því að vera ekki að beygja fólk undir eitthvað. En síðan eru aðrir hópar í samfélaginu sem eru ósammála þessu. Þeir eru bara ósammála því að það sé gott samfélag sem allir eru borgarar og allir láta í sér heyra. Það bara þannig, Jón, að bara sumir eru bara skara fram úr og eru betri og okkur farnast betur á því að vera undir leiðsögnum fárra. Því þannig ekki bara þeir sem eru valdamiklir og auðugir, það er bara betra og betra skólakerfi okkar þjóna slíku. Má ekki vera deilurnar í skólakerfið séu bara ótrúlega djúpstæð menningarleg ólík afstæð til samfélagsins. Já, en ég sennilega það nú bara eins og í öllum málum, en ég ekki að segja að það megi ekki einhverju skara fram úr. Ég held að sé bara aðalatriði sé að sem flestir skari fram úr en á ólíkum sviðum. Þannig að ég vil einmitt gera mikla kröfur til allra en ekki sömu kröfuna til allra. Vegna þess að þú lítur á mikil verðmæti í öllum. Ef við hættum kúun, hvort sem að gagnvart konum eða minnihluta gefum öllum færi, að þá munu viðkomandi stórgræða því og samfélagi allt græði. Þetta ekki sjónarmið sem eru endilega ríkjandi. Nei, jú, ég held að málið að eina sem ég að gera að tala fyrir að sem flestir geti blómstra af því það hagstætt fyrir samfélagið og að þú nefndir konur það var bara átti ég samtal við kollega fyrir í dag sem var að tala samskipti við heilbrigðiskerfið og var að hrósa því og hvaða væri faglegt og fengi góða úrlausn og svo framvegis og það voru allt konur og þá hugsaði ég hvaða kraftar voru leystir úr læðingi fyrir svona 50 árum þegar það byrjaði að það var verið að gefa konum að þær tóku sömu tækifærin og kallarhöfðu hvílík auðæfi voru leyst úr læðingi með því og það það sem ég að tala ekki bara konur og karlar heldur alla. Og þetta ekki það, ég ekki að tala fyrir það skuli allir vera eins, heldur þvert á móti. Það skuli allir fá að vera ólíkir og það skuli vera að gera kröfur til allra og það skuli allir vera hvattir til þess að ná sem bestum árangri þar sem þeir geta best. Og það eina sem ég að tala Ég ekki að gera neina athugasemd við það að einhverjir skari fram úr í píanóleik eins og við eigum eða í tónlist eða í fótbolta eða í starffræði eða íslensku eða neinu
Ég vil bara að við opnum sem flesta möguleika til þess að allir geti, eða sem flestir geti blómstra. Til þess að sem flestir geti blómstra þá verður að búa til skóla sem að ítir undir það sem flestir blómstri, en við erum ekki í því að grípa afreksfólkið á réttum tíma og íta undir það eins og eru kannski andmælendur þessa skólakerfis. Já, ég finnst alltaf að grípa þá sem geta skara fram úr hvenar sem og ef einhver, sko, þú talar um knattspyrnu akademíu, hvar sem hún KSÍ eða hvar sem hún akkur má ekki finna út einhverju sem eru góðir í fótbolta eða í fimleikum eða í tónlist eða píanuleik Samkennd? Já. Eða einhverju af þessu sem verið skólinn á íta undir? Já, samkennd með, já, þá samkenndin felst í að lyfta fólki upp, sko, öllum. Þannig það ekkert í þessu hjá mér en að þvert á móti sem krefst einhvers jafnaðar. Það raun og veru jöfnuður í að nema það að allir fá tækifæri til að blómstra og við séum með kerfi sem hvetur alla til þess, lyftir öllum og finnur út að ef þú getur ekki blómstrað í starffræði eða einhverjum öðrum greinum að þá eigir ekkert að fá að blómstra. Þegar það kemur í ljós að þú hefur, það er fullt af tækifærum fyrir þig. Þú ætlar að vera afburða smiður eða kokkur eða tónlistarmaður eða hvað sem íþróttamaður í hverju. Og þú ert bara að fá tækifæri til þess og við eigum að reyna að rækta það þannig að sá auður, mannauður eins og ég nefni nú Jón Sigurðsson sagði, sko, engin kraftur mistist, þar sem við virkjum alla krafta sem við höfum og við getum alveg við höfum forsendur til þess í okkar kerfi að gera það. Þannig að samræmingin er ekki lausnin, heldur hún tefur fyrir þessu. Já, ég var eiginlega bara að reyna að átta mig á því af hverju svona mikill hít í umræðinu skólamál og var að varpa því upp hvort það gæti verið þarna væri einfallega svo afgerandi munur á því bara hvernig samfélagið og mannfélagið virkar. Jú, það má vera og mér finnst hitin ekki vera nógu mikill, sko, en ég vildi að það sé meiri alvöru umræða og átök þessi sjónarmið og ég finn það oft þegar ég ræði við fólk að það er ákveðin veikleikar í mínum málflutningi og ég hef gott að ég heyra þá og mér finnst þú svolítið svona brýna mig í því efni. Ég er að reyna að rifja upp hvað svona gagnrýnendur en mér finnst þessi gagnrýni og ég er að biðja það í þessari grein minni að menn komi rökin fyrir samræmdum prófum, það eru til rök eða fyrir samræmingu eða fyrir því að allir fái tiltekinn grunn og ákveðnu tagi. Við skulum hlusta á þau og takast á þau frekar en bara ræða það hvort einhverju próf eru góð eða slæm annað já eða nei. Það er ekki umræða sem er gagnleg fyrir okkur. En varðandi svona kröfur, af því að þú nefndir það svona dæmi að fólk hefði skara fram úr hér og þar á þess að kannski að blómstra í samræmdum prófum. Ég veit ekki hvort að maður megi taka frá dæmi og ekki bara segja Bubi Mortens sem hefur mikið talað gengi illa í skóla og verið les og ritblindur og annað slíkt. Sko, ef að ekki hefði verið þessi krafa og sem að skara fram úr og svona þú útilokun sem að fólst í því að þú getur endað í tossabekk og öðru slíku, þá hefði Bubbi ekki harnað svo mikið að hann náði að fara í gegnum þetta allt saman og verða það sá sem hann sem nú kannski svona toppurinn af svona self-made men sem við höfum á Íslandi sem hefur orðið bara hann næstu hluti af skjaldarmerkinu, hann svo stór í slíkri menningu. Það var einmitt það sem að hertan, þannig að sá sem að væri haldaði fram að við ættum að hafa prófun og slíku, hann getur líka bent á þá sem að kerfið hafnaði, að það sé líka gott fyrir það. Já, en sko, þá verður að fara út í bara einhverja mikla tölfræði, hve margir sem sko ekki, sem var hafnað af kerfinu, sko lippuðis niður. En myndið þú geti ekki þitt kerfið skemmt Bubba að vera á góðu við hann? Nei, en sko, það eru tvö svör því. Annað er að við skulum skoða það hve margir lippast bara niður og þeir eru ansi margir og við viljum það ekki og síðan er hinn hliðin að ég er ekki að tala um kerfi sem einhvern veginn klappar öllum á kollin og segir ekki vera of góðu við alla. Nei, sko
Ég vil einmitt gera kröfur og ég vil metnað og það að hérna vil ég ekki tala ekki fyrir tilteknu prófum þýðir ekki að ég vil ekki gera mikla kröfur. Ég held að hafi allir gott af því að séu gera til þeirra kröfur, en það verður að gera kröfur til einhver sem hægt að þeir geta svarað. Og það er dálítið kúnst að finna út hvað það ætti að vera. Þannig að ég er ekkert að segja, ég er alls ekki að segja að það að fella niður tiltekin próf eða tiltekna mælingar þýði það ekki að gera neinar kröfur til neins, alveg þvert á móti. Þá segja gagnrýnendur þínir að þá bara slaknar á öllu. Já, en allir verður kennari sem tók dæmi af, hann verður bara enn áhugalausari. Já, ég nefndi það áðan að það er vandi kerfis sem ekki er samræmt og þannig að sennilega væri einfaldar að vera bara með 100 metra hlaupið og gera bara kröfu til allra það. Það væri svona einfaldar fyrir flesta og segja bara allir þurfi að fara í gegnum það. Þeir sem fara undir 10 sekúndur fara í háskóla? Þeir sem ná því, ná 12 sekúndum segjum eða segjum 14, þeir fara í háskóla. 13 sekúndur þeir fara í innskóla? En ég bara viðurkenni það, fyrir mér er þetta vandamál og ég er ekki viss að ég hafi lausnina á því. Nei. Herðu, Jón Torfi, mér finnst mjög gaman að tala við skólamál og ég var nú svolítið að taka upp svona það sem ég var að tína upp, ég var að reyna að hugsa eins og helstu gagnrýnendur skólans. Já, mér finnst það þurfa að gera það. Nei, veistu það er ekki hægri, nei. Þessi gagnrýni sem þú ert talsmaður fyrir, hún þarf að koma upp. Hún þarf að vera rædd. Já, mér er svo gaman að heyra því svarinu, sko. Já, mér finnst ég er ekkert mjög ánægð með svörin, en með það að fá hana, þá fer ég að slípa mín svör og það er það sem þarf að gerast líka í skólakerfinu, gagnvart öllum nemendum, að þeir þurfa að fá að taka þátt í svona umræðu, þeir þurfa að slípa slíka, þeir þurfa að fá andmæli, það þurfa allir að fá andmæli og það skuli vera hluti af uppeldinu að gerast borgarar í þeim skilningi en ekki þegnar að segja, byrju hvaða próf kemur næst, heldur mér langar til að takast á við þessi verkefni og ég veit ég ræð við þau. Það er fullt af fólki sem er ræðu við alls konar verkefni sem er ekki inn í kerfinu, sem er ótrúleg. En að þú segir þetta að brýna röksýn og þetta, er það kannski svolítið þannig í skólaumræðinni að sjónarmiðin bara hittast ekki, það kemur svona einhver gagnrýni og svo ertu kannski með hóp svona skólafólk sem að kannski tekur ekki mark á þessu að því að finnst þetta að vera rangt og er bara að efla sjálft sig í því að svara er raunverulega ekki gagnrýninni. Nei, það getur verið þannig. Tvennt í þessu, skólafólk hefur mjög ólíkar skoðanir. Það eru margir í skólunni sem er ekkert sammála mér. Alls ekki. Og þannig, en það er hinn hliðin á málinu. Ég hef gagnrýnt kennarasamtökin og fleiri fyrir það að vera ekki nógu dugleg að hvetja til umræðu innan skólana ólík sjónarmið. Þú finnur alveg gríðarlega margvísleg sjónarmið, oft hörð andmæli við mig eða öfgakendari en mín sjónarmið eru. Þannig að sú umræða þarf að vera þar. Þú ert með 10.000 fagmenn, leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og svo háskólum. Og akkur virkjum við ekki þetta lið? Og ætlum að vera með einhverja 1 eða 2 eða örfáa fagmenn sem búa til einhver reglur eða köllum þar yfir okkur frá París. Staðan fyrir að segja, heyrðu, virkjum nú þetta lið, það eru ólíka skoðanir, ólík sjónarmið, gríðarlega sterka faglega þekking af ólíku tagi, einsetjum okkur að virkja það. Og þar geti ferðin verið eiginlega tilgangurinn eða ekki endilega ekki niðurstaður af því að það myndi bæta skólastarfið. Herðu, Jón Torfi, takk fyrir að koma hingað og tala um skóla. Takk fyrir. Já, þetta er þá lokin á Rauða borginni í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem að hingað komið og fólkinu sem að tóku viðtölin og ekki síður þeim sem að tóku upp og sendu út sem að er Pétur Fjellsteð og Laufey Líndal Ólafsdóttir. Mest þakka ég þó ykkur sem að hafið hlustað og hort sem hafið breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Og minni á eins og ég gerir stundum að þið byggðuð upp samstöðuna bara með því að segja vinum á vandaminu frá efni sem eitthvað líkar hér
Þá finnur fólk efnið okkar á Facebook eða YouTube í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á Stórhöfðborgarsvæðinu eða á spilaranum, spilarinn.is á netinu eða þá að fólk hleður spilaranum niður í síma sinn sem er sérstakt app og þá getur að hlusta á samstöðuna á allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við Síma fjarskiptafyrirtæki. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð í öðrum þáttum samstöðunar. En það er ekki bara að þið hafið byggt upp samstöðuna með góðri afspurn, með því að láta fólk vita af efnin okkar, heldur hafa mörg ykkar gengið til liðs við okkur með því að gerast áskrifendur. Það kostar 750 krónur á mánuði sem að mér er sagt að sé lágt verð með þetta efni sem við búum hérna til. Þið megi borga meiri þið viljið og því sem er kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ef þú vilt slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið þetta að liggja í augum uppi eins og sagt er. En þetta er orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi góða nótt og svo sjáumst við aftur á morgun klukkan 8 þegar rauða borðið hefst og með öflugri samfélagsumræðu. Takk fyrir í bíli. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.